Þá komið að síðasta erindinu fyrir kaffihlé. Eins og hefur komið fram þá félagsleg samvera og félagsleg stuðningur allra mikilvægur og Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, sérfræðingur á þessu sviði og það ánægjuefni að hún hafi tíma til að koma hingað og segja okkur frá því. Sérsi hennar í rannsóknum öldrunarfræði og með áherslu í hennar rannsóknum á þá þætti sem hafa áhrif á vellíðan á efri árum, skipulag þjónustu við aldraða og fjölskyldustuðning. Það má geta þess að Sigurveig varði sína doktorsritgerð fyrir þessu ári við Háskólann í Jönköping. Titillinn á erindi hennar í dag félagsleg samvera, samskipti kynslóða. Sigurveig, gjörðu svo vel. Fá mér eitt sopa svona áður en ég byrja. Nú ágætu ráðstefnu gestir, ég vil nú fyrst þakka fyrir að fá að vera hérna hjá ykkur í dag og ræða þetta mikilvæga málefni, farsæla öldrun. Í erindi mínu hér í dag ætla ég að fjalla félagslega þætti öldrunar og tala sérstaklega fjölskylduna, mikilvægi félagslegra tengsla og samskipti kynslóðana. Eitt af því sem ég að kenna hérna við Háskóla Íslands öldrunarfræði, en öldrunarfræði þverfagleg fræðigrein sem að fjallar þær breytingar sem að verða þegar við eldumst, bæði félagslega, andlega og líkamlega. Og þá má ég segja að rannsóknir öldrunarfræðana að þær beinist allar að því að kanna hvaða þættir í lífi okkar hafa áhrif á vellíðan á efri árum. Það eru margar skilgreiningar á hugtakinu farsæl öldrun eða virk öldrun, en það eiginlega sama hvaða skilgreiningar við notum, að þær fjalla allar það að með hvaða hætti við getum hámarkað vellíðan. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir hugtakið byggja á viðurkenningu á mannréttindum og leggur áherslu á sjálfstæði, þáttöku og virkni og að fá viðunandi þjónustu þegar hennar gerist þörf og eins að stuðla því að eldra fólk geti búið við öryggi. Einnig mikil áhersla lögð á að viðhalda góðri heilsu og að fá að njóta sín. Til að stuðla farsælli öldrun að þá þarf samspil líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta að vera sem best. Það er mjög mikilvægt. Og það mikið sem að hefur verið rannsakað hvað hefur áhrif á lífsgæði á efri árum og eitt af því sem kannað hefur verið innan félagsvísindana samskipti innan fjölskyldunar og samskipti kynslóðana. Samband kynslóðana tveggja, afa og ömmu og barnabarna hefur skipt miklu í lífi einstaklinga og fjölskyldna í aldanna rás. En nútíma samband kynslóðana samt með nokkuð ólíkum hætti en áður var. Og ástæður þess að nú farið að kanna meira þessi kynslóða samskipti sem sagt sérstaklega vegna þeirra miklu breytinga sem að hafa orðið í samsetningu fjölskyldna. Eins og hefur komið fram hérna áður að þá meðal ævilíkur að þær hafa aukist, en við vitum líka að fólk eignast almennt færri börn en áður var og þar af leiðandi fer barnabörnunum líka fækkandi í hverri fjölskyldu einingu. Og fjölskyldurnar hafa breyst og það ekki óalgengt að 4 eða jafnvel fleiri kynslóðir séu í fjölskyldunum samtímis. Aldrei fyrr hafa svo margir náð því að verða afar og ömmur. Og í rannsókn minni sem ég ætla að segja ykkur betur frá hér á eftir, sem ég hef kallað ICE-OLD, Icelandic Older People, að þá kom fram að af þeim þáttakendum
sem voru í rannsókninni og þeir voru á aldrinu 65 til 98 ára, að þá áttu 91% þeirra áttu barnabörn. Fólk nú jafnvel hálfa ævina eða meira í ömmu-afa hlutverki og kynnist á barnabörnunum sínum, bæði sem unga börnum, sem ungmennum og síðar sem foreldrum og jafnvel kynnist gamla fólkið barnabörnunum sínum í hlutverkum afa og ömmu. Það hins vegar misjafnt hve miklum tíma kynslóðirnar verja saman og það ýmsir þættir sem að hafa áhrif á það og þar má nefna atvinnu, búsetu, kynhlutverk og hefðir. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að samstaða kynslóða mjög mikilvæg fyrir lífsgæði aldraðra og hefur áhrif á að minnka einangrun aldraðra. Í könnunum lífsgæði hafa tengsl við fjölskyldu og ættingja oft verið nefnd sem það mikilvægasta í lífinu og samband við barnabörnin eitt af því mikilvæga og enn mikilvægara eftir því sem að fólk varð eldra. En eins og ég nefndi áðan þá eru fjölskyldugerðirnar að þær hafa orðið fjölbreyttari. Til dæmis hefur skilnaðartíðni foreldra aukist og stjúp fjölskyldum fer fjölgandi. Og þessar breytingar hafa áhrif á samskipti innan fjölskyldnanna. Tengsl afa og ömmu við barnabörnin geta þá orðið mikilvægari en þessum breytingum geta einnig fylgt tengslarof við ömmur og afa. Mismunandi gildi og breyttir lífshættir geta skapað eins konar misgengi. Þar sem rótgróin viðhorf og veruleiki nútímans stangast á, reynir oft á elstu kynslóðirnar að skapa skjól og ákveðið öryggisnet og miðla hefðum og gildum til barnabarna sinna. En athygli fræðimanna hafa nú beinst í vaxandi mæli að því að kanna hvernig þessar tvær kynslóðir, afar og ömmur og barnabörnin, líta á málin, hvernig viðhorf þeirra eru og mat þeirra á samskiptum á milli kynslóðana. Í flestum rannsóknum kynslóðirnar tvær hefur sjónum verið beint að því sem að ömmur og afar hafa að gefa, en ekki jafn mikið hvað þau þykja eða geta lært af barnabörnunum. Raunin nefnilega svo að barnabörnin, þau hafa heilmiklu að miðla líka og þau geta kennt öfum sínum og ömmum ýmislegt eins og til dæmis á farsíma, á tölvur og ýmis nýyrði í tungumálinu sem ágætt fyrir eldra fólk að þekka til. Ég ætla hérna að segja frá niðurstöðum 2 rannsókna sem hafa verið unnar við félagsráðgjafardeild Háskólans tengsl ungmenna og af og ömmu. Þessar 2 rannsóknir eru óháðar hvor annari, það að segja við erum ekki að tala við pör, það að segja afa og ömmur og þeirra barnabarn, heldur eru þetta óháðar rannsóknir, en það byggja báðar á sömu spurningunum. Við lögðum sömu spurningar fyrir báða hópana. Annars vegar var spurningunum beint til eldri borgara og hins vegar til framhaldsskólanema. Önnur rannsóknin símakönnun, svo sem ég nefndi áðan, iSold rannsóknin, sem að ég vann. Og þar spurningum beint til 1189 einstaklinga sem voru 65 ára og eldri. Og þessi rannsókn var framkvæmd árið 2008 og heildarmarkmið þessara rannsóknar var að greina þarfir eldra fólks fyrir þjónustu og hvernig þessar þarfir eru uppfylltar. Og það var sérstaklega að kanna hvaða þjónustu aðstandendur veita og hvernig svo aðstoð tengist þjónustu opinberra aðila. Og inn í þá mynd kom viðhorf og framlag aðstandenda þar og meðal ungmenna. Og það fengust í þessari rannsókn 782 svör eða 66% svarshlutfall. Seinni rannsóknin spurningalistakönnun
Á, ég svona lítið eftir. Já, það myndur. Jæja, þá verði ég að drífa mig. En hinn rannsóknin sem sagt rannsókn meðal framhaldsskólanema og í henni tóku 1187 nemendur þátt og flestir þeir voru á aldrinu 17 til 25 ára og flestir voru fæddir á árinu 1987. En markmiðið með því að bera saman þessar tvær rannsóknir, taka svör þessara tveggja rannsókna, var að kanna samskipti, tengsl og gagnkvæman stuðning á milli kynslóða, það er á milli afa, ömmu og barnabarna. Og við vildum líka skoða kynjamun varðandi tengslin og þann stuðning sem að veittur er. Framhaldsskólanemarnir voru beðnir að meta samskipti sín við þá ömmu eða afa sem þeir höfðu mest samskipti við og eins var við með eldri borgarana að þeir voru beðnir að meta samskiptin við það barnabarn sem þeir höfðu mest samskipti við. Nú, það kom fram að samskipti kynslóðana voru mjög mikilvæg og það var gagnkvæmur stuðningur var mikils virði. Við sáum líka að stuðningur milli þessara tveggja kynslóða hann var frekar tilfinningalegur en í formi hagnýtrar aðstoðar. Sem dæmi það þá get ég nefnt að afar einungis 20% aldraðra sögðust fá aðstoð frá barnabarni sínu en mun stærri hópur eða 40% sögðust hjálpa afa og ömmu. Eins og áður sagt þá hér tvær sjálfstæðar rannsóknir að ræða en spurt sömu atriðin. En það má kannski hugsa sér það að báðir aðilar séu svolítið að fegra stöðuna. Það er að segja að barnabörnin að þau gerir kannski meira úr aðstoð sinni við afa og ömmu. Og afa og amma að þau eru kannski ekki alveg tilbúin að viðurkenna að þau þurfi svona mikla hjálp. Það getur líka verið að það sé kynslóðamunur á hvernig kynslóðirnar skilgreina hjálp. En það vakti líka athygli okkar að það er mjög fámennur hópur aldraðra sem að segist veita barnabarninu fjárhagslega aðstoð, eða bara 4%, en 20% fær fjárhagslega aðstoð frá afa og ömmu. Og þarna gæti verið líka svolítið kynslóðamunur. Það er að segja að eldra fólkinu finnst það ekki vera að hjálpa fjárhagslega þó það gefi kannski 1000 kall eða 2000 fyrir bíóferð, en unga fólki lítur á þetta sem fjárhagslega stuðning. En í báðum þessum tilvikum að þá lýsa ungmennir þannig meiri samskiptum en afar og ömmur, annars vegar að fái fjárhagsaðstoð og hins vegar að þau veiti daglega hjálp. Nú, við sáum þarna ákveðin kynjamun að helmingur barnabarnana var í nánara sambandi við ömmur sínar en afa, stúlkur frekar en drengir, og einnig komi ljós að ungmennin hitta ömmur og afa í móðurætt oftar en ömmur og afa í föðurætt. Þannig að það má því segja að það eru konurnar innan fjölskyldunar, ömmurnar, mæðurnar og dætur sem að sjá frekar til þess en karlarnir að tengslin innan fjölskyldunar séu ræktuð og hlúð að samskiptum og frændsemi. Þannig að niðurstöður þessara rannsókna sýna að það er meira tilfinningaleg samskipti kynslóðana og þau eru mikilvægari heldur en þessi hagnýta aðstoð. Og það er mikilvægt að hafa þetta í huga og hlúa betur að með hagsmuni beggja kynslóðana leiðarljósi og góð samskipti kynslóðana eru mikilvæg og þau geta stuðlað að farsælli elli hjá eldra fólkinu og auknum þroska hjá hinum yngri. Það mætti jafnvel sjá fyrir sér að kynslóðarnar fari meira saman í íþróttir, stundi ákveðnar íþróttir meira saman. Þannig að það er ýmislegt sem eflaust má gera betur. En ég vil ljúka þessu með orðum gamals manns sem ég talaði við í könnunum vellíðan á efri árum eða farsæla öldrun ef við veljum að nota frekar það hugtak. Og hann lýsir gildi þess að umgangast barnabörnin á þennan hátt. Þetta er bara lífið sjálft, þessi framvinda og það er svo mikils virði að geta flutt til dæmis þennan mikla vísdóm sem við búum yfir til 3. kynslóðar. Að flytja svona yfir á milli kynslóðana, þetta er að skila málinu áfram, skila keflinu í kapplaupi lífsins. Takk fyrir.
Takk fyrir Sigurveig. Þá opið fyrir spurningar. Allir með kaffithystir kannski, það að líða kaffinu. En þá spyr ég þetta spurningar. Hvernig getum við tengt, þú komst aðeins inn á þetta í blálokkin, hvernig getum við meðvitað tengt þessa kynslóðir betur saman? Ég held að við þurfum að finna það sem að báðar þessar kynslóðir hafa áhuga á og skoða hvað þær hafa miðlað hvor annarri. Og eftir að hafa setið hér í dag og hlustað á bæði Janus og Vilmund, að þá svona dettur mér í huga að kannski getum við gert eitthvað meira og eitthvað betur til að fá þessar kynslóðir til að vera saman í hreyfingu og í íþróttum. Við vitum jú að afar og ömmur hafa geysilega mikilvægu hlutverk að gegna að keyra barnabörnin í íþróttir. En gætu afarnir og ömmurnar kannski verið virk líka á meðan þau bíða? Þú myndist á að unga kynslóðin gæti kynnt okkur ný orð sem að eru alltaf að bætast við málið okkar og stundum í raun og veru skiljum við ekki barnabörnin og þau nota þau orð sem við bara höfum aldrei heyrt og kunnum ekki. En þetta getur verið akkurat öfugt. Við eigum mörg góð íslensk orð sem við getum kennt þeim og þegar við tölum þannig við þau, þá jafnvel segja þau, hvað þýðir þetta? Getum við ekki svolítið lagt okkar af mörkum, ömmurnar og afarnir, til þess að hjálpa til við að halda málinu við? Hvað segir það? Ég alveg hjartanlega sammálaðir og ég held að afar og ömmur hafi einmitt mikilvægu hlutverk að gegna þarna. Eins og hann sagði þarna, gamli maður sem ég talaði við, að flytja yfir til á milli kynslóða. Og það á við málið líka og ég held að það sé mikil þörf á því að afar og ömmur að þau miðli einmitt til barnabarnanna á þennan hátt. Það kannski það sem ég átti við fyrst að það kannski meira búið að rannsaka hvað afar og ömmur hafa að miðla, að það séu þau sem eru gefandi en að minna hefur verið litið á það hvað barnabörnin hverju þau hafa að miðla til eldri kynslóðarinnar. En ég hjartanlega sammálaður og mikil þörf á að af og amma séu virk á þessum vettvangi. Já, ég heiti Svanhildur. Mér langar að þakka þér fyrir mjög áhugavert og skemmtilegt erindi Sigurveig. Mér langar aðeins að spyrja þig hvað voru barnabörnina að koma oft til af og ömmu og hvað var þá svona aðalega verið að gera saman? Sko, það kom í ljós að það voru meira þessi, eins og ég sagði, tilfinningaleg tengsl, meiri þessi samskipti, að vera saman, tala, af og amma, barnabörnin gátu leita til af og ömmu ef eitthvað bjátaði á. Af og amma voru góðir hlustendur. Að það kom mikið fram. En ég sá nú ekki merki þess að væri mikið talað um hreyfingu eða gönguferðir eða annað slíkt. Páll, fyrst spurningar. Já, ég nú svo þeirrar gæfu aðnjótandi og vera moldríkur, ég á það mörg barnabörn á annan tug og ég nýt þeirra forréttinda að þau kenna mér ef ég í vandræði með iPadin minn, þá leita ég bara til þeirra og þau leysa úr vandamálunum. En varðandi það ýmis félagasamtök sem að eru með svona stuðningsnet við borgarana og ég ekkert viss að allir séu eins heppnir eins og ég að eiga stóra fjölskyldu og mörg barnabörn, margir sem inn á stofnunum sem eru kannski einir og eiga ekki marga að. Til eitthvað stuðningsnet við þessa einstaklinga sem að heimsækir þá eða þeir fari í heimsókn til annara? Eitthvað sem hægt að gera fyrir þessa einstaklinga? Ég heyrði bara daginn skemmtilegt dæmi á hjúkrunarheimili þar sem leikskóladeildir koma á vissum tímum og heimsækja eldra fólkið sem að býr á hjúkrunarheimilinu. Og það var starfsmaður á þessu heimili var að lýsa því fyrir mér hvað þetta hefði mikið að segja og hvað eldra fólkið hefði mikla ánægju af þessu.
og við vitum að það víða á landinu verið einmitt að gera þetta og ég held að það sé eflaust hægt að auka það. Ein spurningi viðbót hérna. Takk fyrir fyrirlesturinn, Þórunn heiti ég. Mér langar svolítið að spyrja hefur eitthvað verið rannsakað á svipaðan hátt, samskipti, því að nú eru amma og afi líka foreldrar. Samskipti eldra fólks við börnin sín og ég finn mitt leyti, mér finnst mjög nauðsynlegt, auðvitað yndislegt að hafa samskipti við barnabörnin og leikskólabörn, en þú átt kannski meira sameiginlegt með fólki sem nærðir í aldri og kannski meira inn í því sem að gerast bara í lífinu. Og hefur þetta verið einhver rannsaka og hvort að góð samskipti sem sagt eldri kynslóðum við börnin sín hafi þá ekki líka þar af leiðandi góð áhrif á samskipti við barnabörnin? Jú, það er það svo sannarlega. Það sýnir sig að góð samskipti milli af og ömmu og foreldrakynslóðarinnar, að það náttúrulega stuðlar að góðum samskiptum við barnabörnin líka. En það er heilmikið búið að rannsaka samskipti innan fjölskyldna og ég vil þá vísa til kollega míns Sigrúnar Júlíusdóttur félagsráðgjafa. Hún hefur skrifað geysilega mikið þetta, einmitt samskipti innan fjölskyldna og íslenskar aðstæður. Þannig að ég hveti til þess að skoða það betur. Ok, þá hérna... Það er ein hérna lengur. Ok, þetta er búin allra síðasti. Það er eiginlega meira svar heldur en spurning af því að Páll var að spyrja í sambandi við einhver tengslanit. Já, flott. Að ég veit að allavega á Akureyri býður bæði Rauðukrossinn og Þjóðkirkjan upp á vinaheimsóknir og það hefur talsvert verið nýtt, til dæmis starfsfólk á dvalarheimilinu hefur leitað til þessara aðila til að fá heimsóknir til þeirra sem eiga enga aðstandendur.